Hérna erum við Helgu Lyngdal, varaformann Þórs. Helga, þú hefur nýlokið vinnu ásamt fleiru góðu fólki þar sem að þið voru að vinna að gerð viðbragðsáætlun gegn einelti. Þarft verkefni, hvernig kom þetta til? Er þetta eitthvað sem er gerð krafa hjá félögum að vera með slíka áætlun? Já, þar sem við erum fyrirmyndafélag í ISÍ, þá er gerð krafa það við séum með viðbragðsáætlun og þessi áætlun hefur verið til í mörg ár og verið í handbókin okkar. En hún Sigríður Ingadóttir, sérfræðingur við Háskólann á Akureyri, hún hafði samband við okkur og bauð okkur að taka þátt í verkefni þar sem að hún kæmi að endurskoðun og þar sem að væri farið á gagnrýninn hátt í gegnum þessa áætlun og verkferla henni tengdri. Og við sóttum styrk og fengum hann og þá svo ákvörðun var tekin að fara í þessa vinnu. Og nú er þetta tilbúið, þannig að það hefur verið svona góður faghópur sem að vann þetta hefur ekki verið bara gert eitthvað. Nei, alls ekki. Sigríður Ingadóttir býr yfir mikilli reynslu og úr skólakerfinu fyrst og fremst en hefur einnig verið í svona vinnu með íþróttafélögum. Þannig að hún stóð sér virkilega vel í þessu öllu saman og leiddi okkur í gegnum þetta. Helga, segjum sér svo að það komi upp grunur einelti. Hvað ferli fyrir gang? Hvernig tökum við á slíkum málum? Það er þannig að það þarf að fylla út svona tilkynningablað ef það kemur upp grunur einelti og svo tilkynning getur komið frá foreldrum með forráðamönnum, þjálfara, í rauninni hverjum sem starfsmanni félagsins og þegar búið að fylla tilkynningun út og þá haft samband við viðbragðsteymi félagsins og þá fer bara ákveðin verkferill í gang sem að finna inn á heimasíðunni og honum fylgt eftir, bara lið fyrir lið af viðbragðsteyminu. Og þetta viðbragðsteymi væntanlega fagfólk sem að þetta er bara ekki einhver? Nei, þetta er fólk sem við treystum fullkomlega sem hefur víðtæka reynslu úr svona félagsgeiranum. Þannig að Helga að þeir sem að leita til eða tilkynna grunum einelti þeir geta verið vissir að á slíkum málum eru tekið af fagmennsku og trúnaði einhver stungið til teppi. Algjörlega. Við munum bara leggjum okkur öll fram við það. Við erum með frábært fagfólk í þessu sem að mun fylgja þessu eftir og við ætlum ekki að stinga neinn undir stól. Sem Helga, þið hafið væntanlega tilkynnt þetta vel innan félags, bæði fyrir starfsmenn, þjálfara og aðra til þess að þetta verði allt eins vel unnið og faglegt eins og hægt er? Já, hluti af verkefninu það var fræðslufundur fyrir þjálfara, starfsfólk og stjórnur og ráð hjá félaginu, þannig að öllum var boðið og Sigríður Ingadóttir var með fræðsluerindi bara einelti sem slíkt og hvernig maður bregst við því og bara einkennum og ýmsu slíku og einnig var farið gegnum alla verkferla sem búið að setja upp. Og fengið góða viðtökur hjá þessu starfsfólki og þeim sem við á? Mjög svo, mjög góð viðbragð. Sem Helga, hangir þetta kannski eitthvað saman? Ég man eftir því að á síðasta alfundi fyrir árið síðan þá kynnti stjórnin siðareglur Þórs. Hafið fundið fyrir því að þær hafa fengið góða viðtökur og hangir þetta allt saman? Þetta er svolítið svona ein heild og við vildum svolítið bæta okkur á þessu sviði, þessum fræðslu og forvörnum og við fórum í þessa vinnu að setja okkur einn siðareglur og núna eineltis áætlunin og svo er nýbúið samþykkja jafnréttisáætlun líka í aðalstjórn Þórs. Þannig að það metnaður hjá stjórninni að félaginu bara að sinna þessum forvarnamálum yfir höfuð. Já, algjörlega og það er bara mjög mikilvægt og okkur er náttúrulega andum það að öllum líður vel í félaginu okkar. En það sem að því var nú að spyrja út í þetta með siðareglunar, það eru svolítið öðru sig heldur en að því leytinu til að þetta náttúrulega tekur á hvernig foreldrar, starfsmenn, þjálfarar, stuðningsmaðurinn, stjórnarmenn, hvernig allir eiga að haga sér innan vallar eða við völlinu á svæðinu þar sem börnin okkar eru. Já, það er alveg rétt
og ég bara hvet alla til að kynna sér þessar siðareglur. Þær eru bara mjög víðtækar og taka á ótrúlega mörgu. En þetta náttúrulega líka kannski fyrir hennan almenna þósara sem að kynni sér reglunar, þá kannski sér hann og getur fundið hjá sér, þá þarf að koma með ábendingar og segja, þarna hefði nú mátt betur fara. Og við erum, já, það er alveg þannig og við erum bara mjög opin fyrir því og hvetjum bara fólk til að kynna sér þessa málaflokka og ef það er eitthvað sem að þeir sjá að betur mætti fara, koma með ábendingar til okkar og við erum til dæmis nú þegar búin að taka við ábendingum varandi siðareglurnar og uppfæra þær einu sinni á þessu tæpa ári. Þannig já, eins og segir, það er ekki bara siðareglurnar uppfæra heldur, það eru kannski öll þessi skjöl eins og handbækurnar, siðareglurnar og viðbragðsáætlun gegn einelti. Þetta eru skjöl sem að verða stöðugt í endurskoðun. Já, algjörlega og núna er nýbúið uppfæra handbók aðalstjórnar og núna þegar að deildirnar hafa haldið sína aðalfundi að þá verður farið í það endurnýja handbækur allra deilda. Það er metnaður í stjórninni. Já, klárlega. Og þetta er náttúrulega allt gert til þess að efla félagsandun og tryggja bara það að allir iðkendur allt frá þeim smæstu og upp úr og verja í alla sem koma að félaginu. Já, þetta er bara partur af heildarstefnunni og það þarf að vinna og sinna þessu málaflokki líka. Er þetta gefandi? Mjög. Þannig að þú sér ekki eftir neinu að taka þátt í svona? Nei, alls ekki. Þetta er góð lók, gangi ykkur vel. Já, takk fyrir.